Já, heyrðu, þá ætla ég að taka hérna kafla 4 og þar sem að það vantaði, það voru ekki margir nemendur sem sáu fyrsta fyrirlestur sem var þá þessi kafli 4.1 sem eru almennir eiginleikar vatnslausna. Og það sem að skiptir máli eru þá í fyrsta lagi eiginleikar vatns og það það að vatn er skautað. Og við erum líka að tala þegar við erum að tala vatn, þannig að þetta hefur bæði áhrif á því hvernig leysir vatn hvernig það leysir upp efni og það þýðir það að eitthvað sem skautað það að ef við teiknum svona vatnssameind þar sem að við erum með 2 tengi og H-tengi hér, þá þýðir það að þessar 2 rafeindir, að það eru alltaf 2 rafeindir í svona samgildum tengjum, þar sem að ein rafeind kemur frá vetni og ein rafeind kemur frá súrefni í hvort tengi. Og það sem að raun í staðinn fyrir að þessu sé skipt jafnt á milli, þá eru þessar rafeindir í rauninni báðar nær súrefninu. Þannig að maður getur lýst í einhvern veginn þannig. Og það þýðir það að því að við erum þá með fleiri rafeindir, að súrefni þá í rauninni búið að fá afnot af þessum 2 rafeindum frá vetni, að þá komin svolítil mínushleðsla á súrefni, en hins vegar komin örlítil plúshleðsla á vetni. Og þetta delta, þetta bara sem sagt þessi gríski bókstafur delta og þetta þýðir þá hluthleðsla. Hluthleðsla, sem sagt svona miðað við ef að við erum með natríumjón sem að gefur frá sér eina rafeind, þá fáum við natríum plús og svo rafeind sem að losnar. Að þegar við komum með natríum plús, þá erum við náttúrulega bara með heila hleðslu. En þetta gæti verið til dæmis bara hálf hleðsla. Þetta gæti verið hálfur plús til dæmis eða hálfur mínus. Það þýðir bara það að vetnið hefur mist svolítið að rafeinda þéttleikanum í kringum sig og rafeinda þéttleiki súrefnis hefur aukist. Og venjulega það þannig að efni sem eru lengra til vinstri lotukerfinu, að þau eru frekar þá að missa rafeindir eða gefa frá sér, meðan efni sem eru þá lengra til, var ég að rugla með hægri og vinstri. Já, efni sem eru lengra til vinstri, sem sagt. Vestur vinstri. Nei, lengra til hægri. Þau eru þá að taka til sér rafeindir og fá þennan delta mínus. En það sem gerir þá verkum, það að vatn skautað, það til dæmis þessi ástæða sem að menn þekkja. Ef að við erum með glas og við erum byrjum á því að setja vatn í það og síðan myndum við setja olíu, bara matarolíu ofan á. Að þá myndast þessi fasaskil. Það þýðir það að vatn skautað, matarolía hins vegar hefur ekki þetta delta plús og delta mínus. Þar erum við með óskautað og þá getum við sagt að vatn skautað, matarolía óskautuð. Óskautuð, þannig að það ekkert svona. Og við erum með þessa reglu að líkur leysir líkan, sem þýðir það að vatn, það getur leyst upp jónir til dæmis og skautuð efni og efni sem eru með einhverja svona hleðslu. Þannig að vatn leysir upp skautuð efni, önnur skautuð efni. Eða jónir, þessar jónir sem eru þá til dæmis natríum plús eða Cl mínus. En hins vegar myndi þá matarolía, maður gæti kannski leyst upp til dæmis kertavax í matarolíu sem leysist ekki upp í vatni. Þannig getur sagt að matarolía
leysir upp óskautuð efni til dæmis kertavax. Og við vitum það ef að kertavax fyrir vatn þá leysist það ekki upp en hins vegar ef að þið myndu hella matarolíu á venjulegt kertavax þá ætti það leysast upp. Spurning með spritkerti reyndar, hvernig það virkar. En þá ætla ég að fara aðeins í það hvernig vatn, til dæmis, ef að natríumklórið fer út í vatn, segjum að við séum með vatnslaust og síðan setjum við natríumklórið út í, sem sagt matarsalt. Að það sem að gerist það að þetta salt, það klofnar 100% í jónir þegar það kemur í vatn. Natríum plús og Cl-. Og eins og ég var einhvern tíma búin að nefna að þó að jónaefni eða sölt sem eru þá alltaf búin til sem sagt úr katjón og anjón, að þau hafa mjög hátt bræðslumark, en hins vegar, ef þau komast í vatn, þá sem sagt mjög algengt að þau leysist upp, að því vatnssameindirnar fara einhvern veginn á milli jónanna og kljúfa þær í sundur. Og þá ætla ég að sýna þá hvernig það myndi raðast ef að þið eru með natríumjón, sem sagt natríum plús, og síðan erum við með Cl-. Þessar tvær jónir í vatni og það sem að vatn með þennan karakter, þannig að við erum með þessa hlutlæðslu, mínushlutlæðslu og svo erum við plúshlutlæðslu hér, að það þá súrefnið sem að myndi snúa að natríum plús þegar vatn leysir upp þetta salt, að þá raðast vatnssameindirnar í kring og við erum þá með þennan hlutlæðsluna delta mínus. Þetta það sem að í rauninni snýr að og þetta þá plús og mínus sem dragast hvert af öðru. Bara eins og seglar geta dregið saman eða hrint hvor öðru frá sér. Að þá það plús og mínusleiðsla dragast hver af annarri. Og þá myndi það gildast vel öfugt fyrir mínusjónina eða anjónina, að þá myndi það vera vetnið sem að örlítið plúshlaðið sem að snýr að því. Þannig myndum við fá þessa mynd. Að vetni sem að með delta plúshlaðslu, að það myndi þá snúa hér að anjón sem mínushlaðin. Og við táknum þetta þegar eitthvað uppleyst í vatni, þá það tákna með þessu AQ, þar sem að AQ stendur bara fyrir uppleyst í vatni, sem væri þá tákni fyrir þetta aqueous, og þá myndum maður segja að natríum plús væri þá uppleyst í vatni og Cl- uppleyst í vatni þegar við erum með þetta form. Og svo ætlaði ég að bæta við þegar við erum að tala þessar lausnir yfir höfuð, við erum að tala vatnslausn, að þá erum við með það þrennt sem við erum með og við tölum solvent. Það það sem við köllum leysir og það þá efnið sem að leysa annað efni upp og þá í svona meira magni sem í þessu tilfelli alltaf vatn. Svo erum við með eitthvað sem heitir solút og það þá þetta uppleysta efni. Uppleyst efni, það myndi verið í þessu tilfelli
natrium plus og Cl mínus, að þetta væri þá það sem væri uppleyst í vatninu. Og svo til samans þetta solution. Það bara hreinlega uppleysta efnið í leysinum. Það lausnin sjálf. Þannig þetta lausn. Og þá myndum við vera hérna með leysir plus uppleyst efni. Og þetta hérna þá dæmi lausn. Natrium og klórið uppleyst í vatni. Og öll þá efnahvörf sem við komum til við að fara í kafla 4 þá alltaf að gera, þau eru alltaf að eiga sér stað í vatnslausn. Og það var þá eitt enn sem talað hérna í kafla 4.1 og það eru þessir rafvakar og rafdeyður. Og það spurning það þegar þið setið efni í lausn og þau leysast upp, hvort að þau leiða rafmagn eða ekki. Og ég man það, ég búin að nefna það að ef maður setur rafstraum á eimað vatn, þess að bara hreint H2O, þá leiðir það ekki eða mjög illa rafstraum. Hins vegar ef við erum með svona plús- og mínusjónir út í vatninu, þá erum við farin að geta leitt rafstraum, af því þetta eru þá hleðslur eða hlaðnarjónir sem að geta flutt hleðslu. Og þá getum við sagt að ef við erum með hreint vatn, að það sé leiða ekki rafmagn. Ef við setjum svona efni út í sem að verður þá plús- og mínushlaðið í vatnslausninni, þá getum við sagt að það hefur vakið upp þá geta leitt rafstraum, þannig að það eru þá rafvakar, þessi efni, vekja upp rafstraum. Svo eru efni sem að verða ekki að jónum í vatni og við kallum það þá rafdeyður. Af því að rafstraumurinn hann mun ekki geta leiðst í gegnum þá lausn. Og það svona einföld regla sem við verðum svo farið betur í kafla 4.3 þegar við förum að tala sýrur og basa. En það einföld regla með það hvað eru rafvakar og hvaða efni eru rafdeyður. Ég ætla þá að stroka út hér. Og látum þetta fara líka. Og segjum hérna að efni sem eru uppleyst í vatni við flokkast í. Það annars vegar rafvaka. Þetta það sem er electrolytes. Og þetta eru þá efni sem leiða til þess að rafstraumur hann getur orðið í vatnslausn. Og svo erum við með rafdeyður. Sem að myndi vera non-electrolytes. Og rafvakarnir, þeir skipta síðan í tvennt og annars eru það rammirafvakar og síðan eru það daufirafvakar. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi hver munurinn á römmum, daufum og síðan rafdeyðu. Að ef við erum með efni eins og natriumklórið, þá erum við með ramman rafvaka, rammurafvaki. Getum við byrjað á því að tala jónaefni. Það eru jónaefni. Öll jónefni sem annaðhvort leysast upp í vatni eru rammir rafvakar. Hérna myndum við vera með, við setjum fast efni út í vatn, natriumklórið, við setjum þetta bara vatn fyrir ofan, það þá leysari sem það að leysast upp í. Þá fáum við
natrium plus og Cl mínus á uppleystu formi og það sem gerist það að allt saltið leysist upp og klofnar upp í jónir. Þannig að það er þessi hérna 100% sem gerir þetta römmum rafvaka. Að þetta klofnar 100% upp í hérna jónir. Þetta eru jónaefni sem eru rammir rafvakar og síðan sem við komum betur að í kafla 4.3 þá myndi það líka vera plus rammar sýrur. Það eru líka rammir rafvakar, eins og brennisteinssýra, saltsýra, saltpéturssýra, það eru allt efni sem að klofna 100% upp í vatni. Svo erum við með daufa rafvaka. Og þetta hérna eru efni, eins og til dæmis, ég getur sagt það strax að þetta eru daufar sýrur og daufir basar. Þetta eru svona sameindaefni. Og þetta er sem sagt daufar sýrur og daufir basar. Í þessu tilfelli, ég þarf að setja annan lit aðeins því að fyllingin er að vera búin. Hérna getum við notað flúrsýru. Það er hérna dæmi daufa sýru sem að klofnar þá bara hluta í vatni. Þannig að ef við erum með hérna flúrsýru, hún leysist upp í vatni sjálf, en þá fáum við þetta hérna tákn, að hvarfið gengur fram og tilbaka og við fáum þá H+ og F- og það er þetta hérna sem gerir það að verkum. Þetta er ekki 100% eins og hér, heldur myndast þetta svokallaða jafnvægi. Það ætla að setja hérna fyrir neðan, í stað fyrir 100% þá setja ég bara jafnvægi. Og það sem að í rauninni er það að þegar þetta efni er búið að klofna upp í lausn, þá erum við með 99% af flúrsýru og svo myndi vera svona það bil 1% af þessum hérna efnum. Þannig að þessi hérna efni leiða rafmagn, eins þessi hér, af því að við erum með þessa hérna hleðslu. Þannig að getum sagt að þetta leiðir rafmagn. Og eins þetta hérna, þetta 1%, það leiðir rafmagn. En af því að það er svo lítill hluti af efninu á þessu hérna formi, þá leiðir það náttúrulega minna rafmagn og þar með þetta orðið það sem kallum daufan rafvaka. Og það þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu hérna fyrir bara í kafla 4.3 og þá þurfum við sannarlega ekki að hafa áhyggjur af því og við erum þá með töflur sem er hægt að nota. Og síðan komum við hérna þá síðast að þessum rafdeyðum. Sjá hérna. Rafdeyður. Þetta myndi vera sameindaefni, öll önnur sameindaefni fyrir utan þessar daufu sýrur og daufu basana. Það getur sagt bara öll önnur sameindaefni, það eru efni sem eru búin til úr hérna málmleysingum. Sameindaefni. Og hérna getum við tekið til dæmis einhverja sykru, segjum hérna C6, H12, O6. Þetta er sykur sem við setjum í vatn og hann er á föstu formu og við vitum að sykur leysist upp í vatni. Þá fáum við hérna að það er 100% af þessu hérna efni sem að leysist upp ef þetta fer í vatn. Þetta er ekki botnfall á botninum, heldur þetta uppleyst. Og þá fáum við, það eina breytingin er svo að í vatnslausninni þá erum við með þessa sameind óbreytta, hún er bara komin á þetta hérna form. Uppleyst í vatni og þetta hérna, þetta er svona 100% á þessu formi. En af því þetta er ekki neinn plús eða mínusleðsla til staðar, þá leiðir þetta ekki rafmagn.
leiðir ekki rafmagn. Þetta þá munurinn á römmum rafvaka, daufum rafvaka, eða sem sagt bara rafvökum annars vegar og svo rafdeyðum. Og það svona aðalþumalputta reglan það að rammir rafvakar eru jónaefni, rafdeyður eru sameindaefni og undantekningin, þarna þetta sem fer á milli, eru þá þessi sameindaefni sem eru daufar sýrur og daufir basar, efni sem mynda svona jafnvægi í lausn. Og mér langaði bara í lokin, eftir að hafa þá farið í gegnum hérna, sem sagt hvað þetta svo sem kemur fram í þessa kafla 4.1, að þá skulum við fara í gegnum efni sem að eru ýmist rammir rafvakar, daufir rafvakar eða rafdeyður og ég ætla að setja upp hvernig svona dæmi geta verið, af því það eitthvað slíkt í dæmunum sem að þið fenguð fyrir kafla 4.1. Ég ætla að handa þessu hér. Svo tek ég dæmi þar sem ég nota þessi efni. Og þá eru dæmin svona. Og þið munið svo fá meira æfingu í þessu. Og það flokkaðu eftirfarandi efni. Og þá væri það sem sagt ramman rafvaka, daufan rafvaka og rafdeyðu. Þetta væri það fyrsta sem sagt að flokka efnir eftir hvort þau klofna 100% að hluta til eða alls ekki í jónir í vatni. Og sýndu hvað á uppleystu formi í vatninu, hvaða efni eru þá í lausn. Sýndu, segi bara hvaða eindir hreinlega. Eru í vatnslausninni. Og myndum við þá fá töflu, þar sem við getum sagt þá efnið, sem að væri natriumklórið, væri við með flúrsýru og væri við með þessa sykru, C6, H12O6. Þetta þá verið að spyrja um. Svo kemur þá þessi flokkun. Hvað þetta? Rafvaki, rafdeyða eða og sem sagt hvort það daufur eða rammur. Og þá erum við með jónaefni, bara natrium og klórið. Þetta sem sagt málmur og málmleysingi. Þetta gefur okkur rammur rafvaki. Síðan erum við með daufa sýru, það þýðir þessi flúrsýra myndar jafnvægi. Þetta þá daufur rafvaki. Og ég bara að nota efnir sem við erum með efnahvörfin fyrir neðan. Og að lokum erum við með rafdeyðu, sameindaefni sem ekki ekki dauf sýra og ekki daufur basi, rafdeyða. Og svo ætlaði ég að hafa síðasta dálkinn. Það var þá að segja sem sagt svona hvaða eindir í lausn, sem sagt eindir, það þá sem sagt, kannski segjum við bara jónir, skástrik, sameindir í lausn. Og þá á ég við hvað þá á þessu uppleysta formi. Í fyrsta dæminu þá getum við sagt fyrir natriumklórið, það klofnar 100% upp í natrium og klórið, sem þýðir það að þetta eyðist allt fyrir utan að vera ekkert uppleyst hér. Þannig við fáum þetta þannig að eina sem uppleyst hér bara natriumplús og Cl-. Ef við hins vegar erum með daufan rafvaka,
þá erum við bæði með hvarfefni sem við byrjum með og líka myndefni sem að geta verið mismikil eftir hvert hvarfið er. Nú hérna myndum við segja að það sem við erum með í lausn þá þetta hérna, upphaflega efnið og síðan erum við með H+ og F-, flúorið. Og það erum við, ef það er daufur þá er það allt sem er í jöfnunni. Síðan erum við með hérna sameindaefni og það er sama hvort að við getum sagt að við værum með eitthvað sem væri uppleyst í lausn í upphafi eða að það er fast efni, að það eina sem að er að bara sameindin sjálf uppleyst. C6, H12, O6, AQ. Að við erum bara að tala um hvað er það sem er þá á uppleystu formi. Þannig að hérna erum við með bara það sem að klofnar, hérna erum við bæði með það sem klofnar frá og síðan upphaflega og svo erum við bara með uppleyst efni sem að hefur ekki breyst neitt. Hefur satt ekki myndað jónir. Þetta sé ekki meira þá sem að við tölum í þessum kafla. Næsti kafli hins vegar sem ég ætla að taka upp að hluta, þar förum við svo að tala jónaefni, hvort að þau leysast upp í vatni eða ekki. Það eru bæði til efni svo salt sem að matarsalt, natríumklóríð sem klofnar alltaf upp í vatni, en svo erum við líka með efni sem að eru torrleyst eins og til dæmis silfurklóríð sem að leysast illa upp í vatni og við förum í það þá í næsta kafla. Þá lætur þetta gott heita.